á þessum ástíma þegar haustið skartar sínu fegursta og kvöldin fer að lengja, fljúga manni ósjálfrátt í hug þessar snjöllu ljóðlínur norska stórskáldsins Einars, svífur ró á djúp og dal, dýr til hvílu ganga, einnig sofnar skolli skar, með skottið undir vanga. En við erum að fara á stað með rökkursögur hér í útvarpi Ramakvein í Rimakverfi og fyrsti hlustandinn á línuna. Góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Hvað segir þú gott á þessu yndislega kvöldi? Já, það nú svona mest lítið. Nú, hvað veldur því? Bara, já, við vandamál að stríða á heimilinu. Já, og hvers eðlis það? Það svona heimilis vandamál sem ég bý við, það í sambandi við konuna mína. Segðu? Það hún, til dæmis að ég fæ mér mjólkurglas á kvöldin að þá hvað? Þá það bara svo illa vaskað upp, það blettir á því og svona. Nú? Já, kona mín, hún þurrkar aldrei þegar hún vaskar upp, það alltaf blettir á öllu lykthögin og svona. Og þetta angrar þig? Já, þetta verður alveg rosalega í tökunar á mig. Af hverju ræðið þið hjónin ekki málið eins og fullorðið fólk? Og komið svo bara einhverju niðurstöðu? Já, kona mín, hún svolítið það ekkert mjög auðvelt að tala við hana, Nú, hún tælensk eða? Nei, það ekki það, Pólsk? Pólsk. Kona þín pólsk? Já, það meina það, já, nei, hún er svolítið skapstór. Já, og það svolítið erfitt að tala við hana af þeim sökum. Já, eða, já. Já, hún að tala og maður kemst ekki að og svo sér maður yfirleitt að maður hefur rangt fyrir sér fyrir restu og... Já, býttu hvernig þá? Já, einhvern veginn lætur maður alltaf fá samviskubit og svona. Já. Fyrirgeðu, hvað gerir þú? Ég sjómaður. Já. Sko, ef hún reiðist þá getur hún átt að til að grípa það sem hendir næst og veita því mann eða berja mann með því. Er þetta algengt? Ég veit það ekki, ég þekki ekki hvern fólk. Nei, ég meina á þínu heimili, gerist þetta oft? Já, nei, þetta, nei, svona, ég meina, 3 viku ekki. Það nú svolítið oft. Já, finnst þið það? Já, og sem sagt, býrðu viðvarandi ofbeldi af hálfu kona þinnar? Já, allir það ekki. Er kona einn stór? Nei, hún hvað, 1,65 eitthvað svo þess, ég meina. Já, en þú ert þá frekar lág þessu nokkar hennar líka? Nei, ég tæplega 1,90 kíló, sko. Af hverju gerir þá ekkert í málinu? Hvað meinar þau? Læturðu kettlinguna þín að mauka þig með reglulegu millibil á þess að svara fyrir þig? Það myndi bara gera illt verra, sko. Af hverju? Þá fyrst verður hún reið. Veitu, hvernig lýsir það sér? Hún verður bara eins og öskrandi ljón, maður á bara fótum fjör að launa. Já, þú sem sagt lætur þig að Linda að vera kúaður á heimilinu? Já, ég hafði nú ekki hugsað út eða þannig. Heldur hvað? Já, bara, Veistu, þú hlægilegur. Ég hlæja þér. Veistu, ég get ekki skell. Hver í símanum? Enginn, bara villsnúmer. Veistu, ég var að fara núna, bless.